Hérna höfum við heimaverkefni 4. Heimaverkefni 4 hérna, notkun og tenging IC-rása, sem sagt Integrated Circuit stendur þetta IC fyrir og þetta eru þessar litlu rásir sem að í okkar tilfelli við erum með 14 pinna rásir. Við tengjum 7 niður í mínus og 14 upp í plus 5 volt. Við erum með 5 volta spennu á þessum rásum og þetta eru sem sagt þetta eru CMOS rásir, þetta er yfirleitt 4000 serían eins og þessi hérna 4071. Þetta eru hérna með sviðsáhrifa transistórum þessi hlið og þá þýðir það að við verðum að tengja inngangana annaðhvort er háttgildi eða láttgildi. Þeir mega ekki standa ótengdir inngangarnir. Það getur valdið því að útgangarnir verða hálf opnir og geta leitt, eða getur IC-rásin hitnað, því að þá leiðir alltaf straumur frá plus til mínus og getur hitað IC-rásina og skemmt hana. En við getum hérna byrjað og tengt upp rásina eins og beður hérna og það þýðir líka að beður að prófa eitt svona orhlið og klára að fylla út í sannleikatöfluna. Svo að hérna við tengjum plus 5 voltinn upp í línu sem er á tilrauna brettinu hérna. Eins og þið kannski kannist við þá er tilrauna brettið þar sem að lína tengist eða skinna tengist alveg hérna að ofanverðu, það sem við tengjum alltaf 5 volta spennuna í og svo er lína eða skinna alveg neðst á brettinu sem er mínusinn. Við höfum plus og mínusinn á brettið. Já, ég var að tengja þessa með líka. Nei, ég er bara að sýna ykkur hvar á að tengja hvað sko, í raunveruleikanum ef við förum í það að tengja þetta og síðan bara hvernig hérna, skinnurnar tengjast hérna og síðan hérna tengist hérna sko hinar skinnurnar þær tengjast svona þvert á brettið, þannig að það eru hérna, margir tengipunktar. Hvort það eru 4 eða fleiri, hérna eru 5 hérna sýndir, þannig að skinnurnar liggja sem sagt að þessum skurði og við setjum sem sagt IC-rásirnar yfir þennan skurð og til dæmis eins og pinni 7 hann ætti að tengjast hérna niður í mínus og svo ætti pinni 14 að tengjast í 7, þannig að það er að sýna það hérna á þessari mynd. Þið þurfum ekkert að merkja neitt inn á þessa mynd hérna. Ég er bara rétt að sýna ykkur hvernig þetta er gert og svo væri hérna spennugjafi þar sem við myndum tengja 5 volta spennu og mínusinn væri þá hérna á spennugjafanum sem tengdist hérna niður á mínus á brettinu. Svona. Ok. En við teiknum hérna á þessar rásir hérna og þá er það mínusinn á spennugjafanum fer inn á hérna, mínus skinnuna, þess vegna þessi lína hérna, hún er fyrir mínusinn og þá tengjum við pinna 7 líka niður í mínus og pinni 14 á að fara upp í plus. Þá tengi ég að sýni þetta þannig með að 14 fer upp í plus og ég ætla að nota hérna þetta hlið hérna til þess að hérna prófa rásina. Öll önnur hlið eru sem sagt þessi ónotuðu hlið, þau þurfa að tengjast, sem sagt inngangandi verða að tengjast. Þannig að tengi hérna 13 og 12 bara stystu leið í spennugjafarspennu svona. Ég má ekki tengja útgangana neitt, bara þeir eru ótengdir og 8 og 9 líka stystu leið í spennugjafarspennu og þetta hlið hérna fyrir neðan það nota ég ekki heldur, þannig að ég ætla að tengja það líka
inngangana hér, það er 5 og 6 sem ég tengi bara í stystu leið í mínus. Það er bara styttra heldur en að þurfa að fara allar leið upp í plús. Þeir þurfa bara að vera tengdir við spennugjáfa spennu. Ef að hliðin er rónotuð þá bara er þau tengd. Vegna þess að það er spenna sem að stýrir sem sagt hliðinu. Þetta er sviðsáhrifatransistor, það er rafsvið í rauninni sem að stjórnar opnunin á transistornum. Field effect transistor, eða sviðsáhrifatransistor. Þannig að við þurfum að passa okkur á því að það sé ákveðin spenna á inngöngunum. Þannig að inngöngun sé ekki fljótandi, að transistornir sé ekki hálfopnir og hiti þessi rásina og skemmina. Þannig að ég ætla að prófa þetta hlið hér og þá segjum við að við ætlum að nota hérna sannleikatöfluna sem heitir til hliðar og ég merki hérna að ég hugsa mér að hér sé rofi sem að ég get breytt frá 0 í 1 eftir því sem ég vil og ég merki rofan sem A og þá skrifa ég bara hérna A. Kannski hafa einhvern annan lit á þessu svona og það er þá rofi A sem tengist inn á þennan ingang hér þannig að hann er í rauninni alltaf tengdur eitthvað annarkvort í 0 eða 1 þessi A rofi. Svo hefur hinn rofan hérna B það er inn á ingang 2 hérna A er tengdur inn á pinna 1 B er tengdur inn á pinna 2 hérna og þá er hann líka ýmist tengdur í 0 eða 1, þannig að hann er ekki ótengdur. Og síðan myndi ég kannski segja allt í lagi, ég ætla bara að tengja hérna síðan mæli á útganginn til þess að sjá hvort það er háttgildi eða láttgildi. Það get ég alveg gert. Þetta er svolítið svera línur, en til að sjá hvort ég get hérna teiknað spennumæli með volt. Svona að alla þetta sleppi hérna, ok. Tengja hérna spennumæli til að sjá hvort það er hátt eða láttgildi á pinna 3. Og eins og þið þekkið þá er sem sagt hliðtenging sem sagt OR-virkni er hliðtenging og ef við erum með hvorugan innganginn með háttgildi, eða báðir í 0, þá kemur náttúrulega 0 út og þá þurfum við bara að fylla út hérna 0. Það er spurning hvort við getum náð kópierað þetta hérna. Ég ætla bara að skrifa þetta inn núna, sjá hvernig mér gengur að gera það. 0, hvernig er aðeins að hafa þetta grennri og síðan ef að B-ingangurinn er með háttgildi þá er hár hérna 1 og það er 1 hérna næst líka og 1 síðast þegar báður eru háir. Það er 0, 1, 1, 1 eins og OR sannleikatöflan á að líta út. Þá erum við búin að leysa þetta hérna og klára þessa mynd hér, efstu myndina í heimaverkefninu og skríti, ég fæ alltaf hérna þetta merki hér. Þetta var AC-rásin 4071 og nú ætlum við að skipta rás og setja 4081 í staðinn. Þar erum við með AND hlið. AND er raðtenging. Þá eru eins og væru 2 rofar raðtengdir í rás, í svona rofarás. Og við gerum sömu athugun hérna og þetta getum við líka bara tengt upp í multisim og prófað, en til þess að leysa þetta verkefni þá hérna teiknum við inn á myndina. Já, nú ætlum ég að hafa þetta aðeins sverra.
svona, tengi hérna mínusinn, svona, og mínus á AC-rásinni, svona, og ég ætla að prófa þetta hlið hérna aftur sem að, já, ég get farið í eitthvað annað hlið til þess að sé ekki alltaf það sama. Sjá, hérna ég ætla að tengja pinna 1 og 2, niður í mínus, útgangur 3 ótengdur og ég ætla að merkja hérna inganga A og B og útgangurinn hérna bara sem ypsilon. Ég hugsa mér samt sem áður að ég tengi hérna spennumæli við útgang 4. En 5 og 6, þetta er svo þá A og B, því ég ætla að prófa þetta hlið í AC-rásinni. Þannig að ég fast tengi ekki neitt við spennugjafarspennu á þessu hliði sem ég ætla að prófa, heldur ég merki bara hvaða rofar tengjast inn á og þeir koma þá hérna sem bitar í sannleikatöfluna. A og B bitin hérna. Og þá ætla ég að fara yfir í plúshliðina, ég ætla að tengja plúsinn, plús 14 upp á plús og svo tengi ég alla inganga upp í plús. Af því þetta eru ónotuð hlið. Svona, og þá er ég bara eftir að fylla út í sannleikatöfluna. Hérna, og hér er ég þá bara með, já, ég ætla að fá aðeins grennri línu, hérna er það 0 og það er ekki nóg að vera með einn rofa í raðtengingu til þess að fá hátt á útganginn, aftur 0, það er bara 1 hérna, en ef báðir eru inni, þá kemur hár, 1, þess 0, 0, 0, 1. Svona. Það sem já, ég á eftir að búa til eina línu hérna, sé ég sjá, ég gleymdi plúsnum, hérna, plús 5 voltinn hérna upp í 5 volta línuna. Þá er þessi mynd komin. Og það sem við gerum þá næst, þá ætlum við að hafa 2 AC-rásir og við erum með eina AC-rás hérna með fullt af NOT hliðum. Þannig að við getum búið til NAND með því að tengja á milli rásana. Það ætlum við að gera núna og ég ætla aðeins að minnka myndina þannig ég nái því. Ég sjá þetta samt svona og þá ætlum við bara að teikna inn á þetta þannig að það komi út sem NAND. Ok, þá byrjum við bara. Engin 14 og alla ónotaða inganga hérna. Og svo er hérna 4009 rásinn með NOT-hliðunum. Við þurfum að tengja bæði, hérna það eru fleiri pinnar á þessari, það eru 16 pinnar hérna og pinni 1 á líka tengjast í plús 5 volt. Svona. Og ég ætla að nota þetta hlið hérna til þess að tengja við andliðið á efri rásinni og allir ónotaðir inngangar þá tengjast hérna bara stystu leið hérna í plús. Já, þá er ég komið með það. NC stendur fyrir no connection, það er engin tenging hérna á þessum pinna. Og þá ætla ég að klára hérna mínusinn. Þá er það mínus á spennugjáfanum fyrst. Þá fer hérna, hér er 8 niður í mínus og hérna er 7 niður í mínus og hér er ónotað hlið. Að tengja það hérna, ingangana niður í mínus og hér er fullt af ingangum á NOT-rásinni. Svona.
þá þetta komið hérna og nú ætlum ég að ganga frá NAND virkninni. Þá ætlum ég að hér er mér A og B, ég ætla að merkja það inn á hérna A og hér er B. Svo ætlum ég að tengja þennan hérna, ég kannski fá einhvern annan lit á þetta, frá þristunum og inn á innganginn á náttliðinni hérna. Svona. Við erum búin að tengja hérna neitun og þá komin útgangur hérna sem að ég kalla upsilon. Þá erum búin að bæta neitun hérna við þessa rás og þá ég komin með NAND. Þá snýst þetta allt saman við. Út úr þessu hérna, nú fyll ég upp í sannleikatöfluna. Aðeins að líka hérna sverleikan. Og á venjulegu grunnhliði, AND, þá kemur ekkert út ef ég kveiki á hvorugum rófanum, en eftir að ég fer í gegnum neitunina, þá snýst þetta allt saman við. Þá kemur hár hérna út. Þá kemur hár hérna. Og þegar annar inngangurinn 0, þá pottþétt 0 út úr venjulegu grunnhliði, þannig að eftir neitunina kemur hár líka. Og það sama hérna, það bara skiptir inngang. Já, hérna, ég skulum sjá, ég bakka með þetta, já, aðeins að gera þetta minna, styttri strik hérna, 1, já, 1, 1, 1 og síðast 0. Svona, þetta skilst vonandi 1, 1, 1, 0. Þá ég búinn að útbúa sannleikatöfluna. Þá skoðum við hvað kemur hérna næst. Það að setja 4071 rásina í stað 4081 og útbúa NOR-virkni. Þetta bara alveg það sama. Nákvæmlega sama sem við gerum hérna. Svona. Þetta aðeins skrolla upp og sínum hvað þú varst ekki það. Já. Hérna? Þú getur líka að tekið mynd af þessu og tjekka að þið borið það saman ef þið vantar. Nei, það bara verðskilja mér kemur eitthvað pínu kjánulega út, þannig að ég myndi sem þú ert að fara í núna, ég mun teikna hana þessa virkni. Þú reynar bara að segja það? Nei, þau eru öðruvísi hliðin, sko. Ég átt að taka þessi teiknandi. Já, en þetta alveg nokkuð eins. Þetta dreift. Þetta dreift hérna? Já, nema að þetta sannleikatöflan ekki. Og núna eftir með NOR. Hvað þetta með NOR? Já, hérna góða NOR-virkni. Já. Og það ekki Og þetta allt rétt tengt upp hjá þér. Já. Það bara að laga sannleikatöfluna. Bara að laga sannleikatöfluna. Ég að bara tengja kannski þú búin að gera það bara hljóst óvart yfir þína myndir því að vörðskjöldur skiptist á milli staða á skjánum. Hérna á hvernig sannleikatöfluna. Þá það einn alveg efst uppi. Sannleikatöfla fyrir OR. Það svona. Og svo bara snýst það alveg við. Er það 1, 0, 0, 0? Já, nákvæmlega. Þannig að þetta 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 og önnu OR 0, 1, 1, 1 og þá snýst þetta við í NOR þá verður 0, 1 og svo kemur hitt í 0, 0, 0, 0.
röð. Og hérna þegar ég væri að nota hérna ef ég væri að nota paint. Skiptir ekki máli samt hvernig hliðin lítur út af því þarna slétt strik á efra en í hinu svona. Jú, það er and, það væri nand og það er það sem að hérna, það er sannleikandarlega sem þú varst að setja upp. Það er nand. Það er það sem að þú átt eftir að gera. Það er fyrirrásin. Já, ok, lítur hún bara alveg eins út. Já, nákvæmlega eins tengingar, skilur við. Ég er bara að fara að tengja nákvæmlega það sama. En í paint, ef ég hefði verið að vinna þetta í paint, þá hefði ég tekið or innvalsið í or í sérásinni og linka hérna inn því að tengingarnir eru nákvæmlega eins. Og það getur þú jafnvel gert. Þú getur tekið kópíu af þessu og breytt innihaldinu. Að það sem þú vart með or hérna, það er bara að breyta sannleikandarleginu líka. Hún er breytið sannleikandarleginu, ég er bara að setja hana inn það sem Já, það er að gera prógram. Já, allt í lagi. Það bara, það ruglast ekki á þessu. Núna held ég áfram í það sem að þú ert þá búinn að tengja upp af því ég er að vinna í þessu hérna forriti. Skulum sjá, ok. Þá held ég áfram í þessu hérna. Gerir nákvæmlega sama hérna. Hér ætla ég að byrja á plus. Og svona tengja plusinn á ísérásinni og alla ónóta inganga. Og í rauninni ef við værum með plötuna þá myndum við bara taka upp þessa ísérás og setja hina í staðinn. Setja 4071 í staðinn. Svona og svo eða þessi var þá fyrir þarna, hún var nú þegar tengd en við bara teiknum inn á þetta. Pinni 1 tengist líka í plus og allir ónotaðir inngangar og þessi inngangur hérna, munið hann er no connection, það er engin tenging hér. Nú get ég farið í að tengja mínusinn. Svona. Þetta gera 1-5. Já, bíddu við. Já, þetta er allt saman 1-5, sjáðu. Fyrri rásinn var með andhliðum. Seinni rásinn er með orhliðum hérna og þá er ég búið til NOR með því að bæta við neitun. Ok? Og þá tengi ég 7 niður í mínus og þetta er ónotað hlið hérna. Ég má náttúrulega nota eitthvað annað hlið til þess að prófa, það er alltaf í lagi en hérna það má líka nota það sama og þá er þetta hérna A og B og útgangurinn er hérna 3, hann fer hérna yfir á inngang 14 á nottliðið og hér er þá útgangurinn og svo er ég bara eftir að ganga frá nokkrum inngöngum hér, ónotuðu hliðum hérna svona og mínusinn á rásinni hérna 4009 rásinni með nottliðunum það er pinni 8 sem fer niður í mínus
og þá bara eftir að fylla út sannleikatöfluna. Og þetta NOR, þannig að í fyrstu þá þegar 0 að báðum þá er 0 út sem breytist yfir í háttgildi. Þá 1 hérna. 1. En ef það kemur hár á B hérna, þá kemur líka hár út hér, 1, sem breytist í 0. Og alveg sama sem að gerist þá við alla hina við öll hinn tilfellin að það verður, ef það er hár einhvers staðar inn á inngang hérna, að þá er hár út úr orðhliðinu sem breytist í 0. Þess vegna er 0 á öllum hinnum stöðunum. Svona, þá er þetta komið. Nú skoðum við hérna áfram. Við erum með ysjarásuna 4011. Þar erum við með NAND, 4 NAND-hlið og við ætlum að búa til NOT-virkni, OR-virkni og AND-virkni með þessari rás. Og við höfum hérna tvær ysjarásir til að gera þetta. Og ég ætla bara að byrja að fylla hérna inn í þessa sannleikatöflu fyrir NOT og 0 verður 1, 1 verður 0 og hérna inn á þessu þá ætla ég að búa til NOT og með því að tengja saman hérna innganga og svona sjá 72 hérna tengja saman inngangana og segja að þetta hérna, ég ætla bara að hafa hérna smá stöp hérna, þetta er A. Svona já. A. Ég tengi það sama, já. Og þetta má vera svart? Já, það má vera hvernig lit sem er í sjálfu sér. Þetta er bara inngangur sem að tengist í rauninni sannleikatöflunni. Það er þá A-rofi. Og þá er útgangurinn, það er á NOT-virkninni hérna. Við erum búin að breyta þessu í NOT og það er útgangurinn Y. Og nú hérna hef ég haldið áfram að tengja og tengi hérna 7 niður í mínus. Og nú ætla ég að búa til AND-virkni. Og þá ætla ég að merkja bara við hvað ég ætla að gera hérna. Ég ætla að setja hérna merkingu á þetta. Ég ætla að segja að ég ætla að búa til AND hérna. Ég hef búin að merkja í NOT-hlið þarna. Þetta er AND. Ok. Og þá þarf ég að ganga frá því. Hérna var þetta A og B. Dæmis. A og B. Og svo tengi ég frá útgangi 3 og inn á inngang 5 og 6. Svona. Fjarkinn er þá útgangurinn á AND-hliðinu. Ég þarf að upphefja þessa neitun sem er hér og ég geri það með því að bæta við neitun. Eins og við vorum búin að æfa. Ok, hvar vorum við með það? Já, þetta er við. Já, það var í þessu hérna. Já. Það verður þessu hér. Ok.
ætla að færa þetta hérna yfir kannski þetta hérna áfram. Við já ok við erum í rauninni að tengja upp þetta hérna. Ok, hann náði ekki núna. Nei, ég er hérna að merkja við. Hérna er sem sagt Aron Dagur, hann er mættur, Freyr er hérna, Gabriel er hérna, Hervar er hérna, Sigurjón Uggi og Stefán Geir. Þá er ég búinn að lesa alla upp, eða ekki? Jó, flott er. Og staðfesta viðvöruna og svo held ég áfram með upptökuna. Ok, þá hérna, það er sama sem við gerum þegar við erum með norðliðin, að útbúa nottvirkni, andvirkni og orvirkni hérna. Og ég fylli hérna fyrst upp í sannleikatöfluna fyrir nott. Hér er 0 verður 1, já, og 1 verður 0. Ok, og þá get ég haldið áfram hérna, sjá, aðeins að fá þetta hæfilega stórt svo ég geti tengt þetta allt saman. Þetta var stórt, okay, svona. Og þá er að tengja pluss spennugjáfan hérna inn á og ég var með þetta aðeins stærra, svona. Það er betra. Og ég ætla að búa til bara alveg eins. Ég ætla að hafa hérna nott. Þá hérna tengi ég saman hérna. Ég ætla að þetta er ónotað hérna. Já, nema nú snýst þetta við sko að ef ég tengi saman tvö hlið hérna þá bý ég til orvirkni. Þannig að ég ætla að útbúa sem sagt orsannleikatöflu hérna. Skilurðu? Það er munurinn. Hérna er or. Áðan var ég með and, skilurðu. Að ég ætla að tengja saman þessi hlið hérna. Og þetta er ónotað. En hérna ætla ég að hafa sem sagt nott. Og þá er bara A hérna og y. Þannig að þetta hérna er nott. Þetta hlið hér. Við erum búin að breyta norðliði í nott virkni. Og svo ætla ég að merkja hérna A og B. Svo tengi ég útganginn á þessu norðliði. Til þess að upphefja neitunina þá er ég að tengja það við neitun. Það er að útbúa neitun. Svona. Tengi hérna inn á báða ingangana. Tengja saman ingangana. Þá er ég búinn að búa til nottvirkni úr þessu norðliði líka. Og þá er útgangurinn orðið hér og þá er þetta orðið or. Það er þess að neitun hérna og aftur neitun hér og þá erum við komið með or.
og þá bara að merkja hérna inn í sannleikatöfluna, klára það. Þá það 0, 0, 0, nei, hérna var ég og fljóttur á mér. Það kemur 1 hérna, OR, það hliðtenging, 1, akkur stoppuðu mikið stákar, 1 og 1. Svona þetta rétt og já, ég eftir að tengja hérna mínusinn á yfirrásinni og pinni 7 eftir að tengja þetta inn í mínus og spennugjafa mínusinn eftir að tengja inn á mínuslínuna. Svona. Þá þetta komið og þá eftir að útbúa andvirkni og sjáu þið til þess að búa til OR með norhliðum eins og ég gerði hérna and með nandhliðum. En nú ég komin hérna með norhlið og þetta var ég að búa til. Ég var að búa til orðvirkni, þá tengdi ég saman 2 svona norhlið. Annað norhlið var bara eins og það kemur fyrir með 2 ingangum A og B. En síðan tengdi ég saman ingangana til þess að breyta þessu seinna norhliði í not. Þannig að ég upphef þessa neitun hérna á fyrra norhliðinu með seinni neituninni hérna og þá ég komið með grunnvirknina OR. Nú ætlum ég að búa til and og þá ég komið hérna með 3 hlið. Og við sjáum líka hérna á formúlunni, hérna sem sagt fyrir OR, hér A plus B. Ein neitun hérna þessi fyrri neitun hér, efri neitunin, langastreikið seinni neitunin hérna. En fyrir and, þá ég með 1 streik fyrir ofan A-ið og það þessi neitun hérna. Við hliðið sem tengist inn á A. Við B-ið, þar við með neitun fyrir ofan B, það þessi neitun hér. Svo plus inn í þessu hliði hérna, norhliðinu sem hérna til hægri. Og neitunin hérna í restina langa neitunin yfir allt saman. Tengjum við þessa rás og svona, færum við þetta aðeins. Þá erum við að búa til and. Þá skrifa hérna and. Ég til alltaf fyllt upp í sannleikatöfluna. Þar erum við með 0, 0, 0, 1. Sjá hérna 0, 0, 0. Báðir rófarnir verða að vera háttgildi, þá fáum við háan út. Það svo raðtenging. Ok, nú tengjum við hérna þá ég ætla að setja hérna mínus á spennugjafanum og mínus á rásina og ég ætla að nota 3 hlið. Kannski notaði ég einhver önnur hlið. Hvaða hlið geymdi ég aftur? Ég geymdi þetta hérna, 12 og 13. Ég ætla að útbúa þetta núna hérna að ofanverðu. Þá set ég hér. Hérna kemur þá A og B. Þetta fyrir inn á A-rófan og B-ið kemur þá hérna. Ertu bara búin að spekla það sem þú gerir síðan? Já, ég bara tengi þetta annar staðar. Ég ætla bara til að sýna fram á það. Ég þarf ekki að vera bundin við nákvæmlega þessi hlið. Ég get notað hvaða hlið sem í yfirrásinni til þess að gera þetta. Og svo get ég líka að skrifa hérna við pinna 10. Ég ætla að tengja hann inn á 6 til dæmis hérna og 11 inn á 5. Ég þarf ekki endilega að fara hérna á milli en það er kannski betra að sjá þetta þannig fyrir sér með því að fara með línurnar á milli.
Ok, og þá ef ég sleppi að nota hlið sem tengist við 1, 2 og 3, pinna 1, 2, 3, þá tengi ég inngangana stystu leið niður í mínus. Og ég ætla aðeins að breyta litnum hérna til þess að fara í frá 10-unni, þá fer ég hérna í 6-una. Það er bara stysta leið hér, 6, og 11-an, hún fer þá inn á hinn innganginn, fer inn á 5-una, svona. Og þá er útgangurinn á andvirkninni, það er hérna pinni 4. Og ég ætla að breyta lit, svona. Það er ypsilon, útgangurinn, þessi hérna. Nú er bara eftir að merkja plúsinn inn á rásina og svona myndi ég svo tengja þetta upp og svo þetta prófa þessa rás líka náttúrulega í multisim. Og plúsinn á spenningjáðunum tengjum við hérna líka. Svona, ok. Jæja, þá förum við í síðasta liðinn. Það er að hér er einhver lausn á dæmi sem við ætlum að teikna upp með þessum IC-rásum. Og þetta er sem sagt rökkrás sem við þurfum að færa bara hérna niður á IC-rásinnar. Og það sem við getum gert til dæmis, það verður að áætla hvaða pinna við ætlum að nota í þetta. Hvað séu það? Þessi rás hérna, hún færist inn á IC-rásinnar. Já. Og þá getum við sagt, já, bara hvaða pinna á IC-rásum við ætlum að nota. Við getum skrifað það bara strax hérna inn á þessa mynd hérna, á rökkrásarmyndina. Ég ætla að hafa bara einhvern annan lit hérna, kannski bláan og til þess að merkja hérna pinnanúmerin. Ég geti til dæmis byrja hérna með A-ið að það myndi tengjast inn á 11, 12 og 13 á efri IC-rásinni. Við getum prófað það. Og 11 hérna og 12 og 13 hérna neðst. Er þetta ekki allt samt enn? Jú, og þá gerir ég það hérna, skilur við. Þá tengi ég það hérna saman, alveg hárrétt hjá þér. Það er eins að hafa, get ég breykað þetta hérna? Nei, þetta er til þess að highlighta. Já, ok. Svona. Að hafa aðeins sverara hérna. Ég ætla að hafa þetta bara svart. Og þetta er aðeins og breytt. Svona. Þannig að þá tengi ég þetta allt saman hérna. Og þetta er þá A. Og segjum við að þetta tengist í rofa sem heitir A. Sett bara merkinguna hérna. A, þetta er nú A. Ok. Inn á, já, útgangurinn hérna á þessu hliði hér, hann er númer 10. Þá hérna, merkja það hérna. Þetta er 10. Það fer inn á inngangangur öðru hliði
Við getum sagt að ég get farið hérna inn á til dæmis pinna 8 á þessu hliði hér. Þá þetta hérna 8. Það stutt leið yfir í hann. Það fer 10 yfir í 8. Ok, við skoðum það. Ég ætla aðeins að svona. Þá kemur hérna 10, hún tengist hérna framhjá og fer yfir í 8. Svona. B og C tengjast hérna, það 1 og 2. B þá 1 og C 2. Já, ég ætla aðeins að hafa þetta grænra hérna. Einn og 2 og IC-rásinni. Sko, þetta svo getum við merkt sko, hvað IC-rás hvað, já, sem sagt þessi hérna rás, þá með þessum 3 hliðum og ég geti gert einhverja breytingar á merkingum með eitthvað. Útgangur hérna 9. 9 hérna. Og ég geti farið inn á þetta hlið hérna þess vegna og tengt saman 4 og 5. Þá getum við skrifað hérna, hérna væri 4 og hérna væri 5. Svona. Og útgangurinn hérna Y. Ok. Og það já, jú, og það pinni númer 6. Þetta lítur út eins og B hjá mér. Svona. 6. Ok, þú varst að segja ég þarf að tengja 9 inn á 4 og 5, eða ekki? Já. Það eftir að gera það, alveg hárrétt við þér. Fer inn á hérna þetta, ég ætla að aðeins vera svona. Þá get ég tekið 9 hérna út fyrir inn á 4 og 5. Þetta sleppur svona 7 fer náttúrulega niður í mínus svona og 6 Y. Það bara útgangurinn á rásinni. Þristurinn, hann kemur einhvers staðar annar staðar frá þessum, þá hinn IC-rásin kemur það hérna. Ég merki það hérna einhvern veginn öðruvísi, til dæmis svona að ég kalla þetta IC2 eða hitt IC1 sko. Þetta hérna. Þetta hérna inn í IC1 og þetta IC1 þá hérna IC1 og hitt IC2 IC2 og því að ég með sömu pinnanúmer hérna aftur á annarri rás þá þarf ég að útbúa svona smá merkingu á því en þið þurfum í rauninni ekkert að gera það bara þannig við skiljum þetta hvað við erum að gera. Pinni 3 þá hérna já 1 og 2 ég átti eftir að merkja hérna að B var 1 þá er bara að skrifa þetta B og C var í pinna 2.
tengist bara inn á þessa rofa. Og pinni 3, hann er hérna, hann tengist á, hvað er blár? Hérna. Þetta er pinni 3 hérna, aðeins svert hérna, allt í lagi. Hann myndi þá tengjast frá, hvað er best að tengja hérna inn á þetta? Til dæmis, ef ég myndi nota þennan hérna aftur eins og 11, 12, 13, það var 11, 12, 13 hérna, þetta verður þá C hérna, þetta sé 11, 12, 13 hérna og 9 færi hérna inn í þennan. Ég var að segja að við tengjum 9 hérna yfir í 3 á hinni rásinni og hinum megin væri þá, hér væri 8, það er stysta leið frá hinu hliðinu hérna sem að er í 10. Það er útgangur er 10, eða ekki? Já, útgangur er 10 hérna. Þessi útgangur hérna, hann er 10. 8 er hérna, inngangur. Og þetta hérna er 11, 12 og 13. 11, 12 og 13. Svona. Og þá tengi ég það saman og ég á eftir að merkja hérna að A, hérna þessa rás, er þá 1 til dæmis af því að það er 1, 2 og 8 sem við notum þar. 8 er hérna inngangur og 1 og 2. 1 og 2. Þetta er ekki nógu gott. Svona. Ég ætla að reyna að skrifa 2 hérna, B er 2. Svona. Og þá þarf ég að merkja það inn á neðri AC-rásina. A-ið er, já, þá er A hérna. Og B er hérna í 2. Já, þetta var B hérna, svona. Og já, þá er þetta hlið hérna, það er ónotað. Þá tengi ég það bara beinustu leið niður í mínus. Alla ingangana. Og 7 fer náttúrulega líka niður í mínus, en það má ekki tengja útganginn neitt hérna. 6 er ótengt. Ok, þá hefur við bara eftir að klára það sem við ætlum að gera hérna. 9 fer inn á þristinn. Erum við búin á því? Nei. 9 kemur hérna inn á 3. Svona inn á 3. Ok, komið. Og já, ég hef eftir að tengja mínusinn hérna líka, svona og hérna mínusinn á rásina og það tengir saman 11, 12 og 13 inn á C. Kannski svolítið óskýrt, en 11, 12 og 13 tengist þetta saman. Hérna, þetta tengist þetta hérna inn á C. Ok, þetta er C líka. Þetta er C hérna, það er þetta C hér. Og 10 fer inn á 8 hérna. Þetta hérna áttu þetta að gera hér. Það er 10 hérna. Og tengist hérna, að setja annan lit. Það sjáist betur. Hvað er þetta hérna?
10 hérna fer inn á 8 og svo var A og B, það voru hinir 2 inngangarnir. 8, 1 og 2 inn á þetta hlið hérna, útgangurinn á því, 9 fer inn á þristinn og þá bara eftir að merkja hérna plúsinn og já, ég er bara rétt að klára þetta svona og svona og þá er ég komið með þetta held ég. Svona, það er bara síðasta hérna. Svona, plúsinn hérna. Þá ætti þetta að vera komið. Já, býtum við, það vantar plúsinn það. Inn á 14. Svona. Svona, þá höfum við þetta allt saman á einni mynd.